Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnið mig bæði á Instagram og á Facebook undir því nafni. Nú er svolítið langt síðan að síðasti þáttur kom út, í dag 24. febrúar og seinasti þáttur kom út 5. janúar. Ég hef verið vön að setja alltaf út á hálfsmánaðar fresti en ég fór í mikið óstuð þannig að það hefur liðið svolítið langur tími núna. Ég reyndar tók upp einn þátt þar sem ég fór yfir þar sem ég gerði þegar ég var á Skalls og þegar ég fór að fara yfir þann þátt til þess að klippa að þá var ég bara ekki nógu ánægð með þetta. Ég var ekki nógu vel undirbúin og þetta var bara ekki eins og ég vildi hafa hann. Þannig að ég tek bara svoleiðis þátt upp seinna og sýni ykkur þá. En sem sagt ég er komin og ég er með eitt klár. Ég kláraði hérna vettlinga úr bókinu hennar Guðrún Hannele og sú sem að fékk þessa vettlinga er rosalega ánægð með þá. Hún sem sagt valdi litina og ég prjónaði. Þannig að þeir eru klárir. Ég byrjaði á öðru vettlingapari úr þessari bók líka. En ég er ekki með þá hérna. Ég stoppaði svo bara þegar ég var langt komin með fyrir vettlingin. En ég er ekki með þá hérna af því að ég sett á svo góðan stað og ég bara finna það ekki. Ég fór svolítið mikið stuð til þess að kíkja á gatnið hjá mér af því að út af þessari bók. Þannig að ég er komin með hérna í körfu, búin að setja saman svona gatn sem ég ætla þá að nota í vettlinga. Þannig að það er tilbúið hér. En ég er komin í prjónapásu þannig að þetta bara bíður, þetta gatn. Ég er svo þreytt á hvað þetta fer illa í hendurnar á mér að vera að prjóna þannig ég ákvað að bara hvíla það vel núna, grípa svona af og til í svona einfalt prjón og ég byrjaði þá á sjali sem ég hef svo sem gert áður en þá gerði ég lítið sjal, Vertices Unite, þetta er Stephen West og ég er búin hérna með fyrsta hlutan og það sem ég er að gera þetta úr afgöngum og þá verður þetta svona í nokkrum litum. Þá nær ekki sama sömu litirnir í fyrsta, eða í hvern hluta fyrir sig. En það er líka bara allt í lagi. Þetta er bara að gera að nota afgangana. Eins og þið sjáu kannski að þá er ég búin að breyta staðsetningu. Ég sagði frá því seinast að ég væri að flytja núna vinnuherbergið mitt upp. Berglind flutti úr kjallaranum, hún er farin að leigja út í bæ og strákurinn og kærastan þau fóru niður sem þýðir að ég ákvað þá að færa bara vinnuherbergið mitt upp í hans herbergi sem að kemur bara alveg ágætlega út þannig að því að þá get ég bara komið hingað inn í herbergi bara hvenær sem ég vil. Þarf ekki að vera að spá í að ég sé að trufla eitthvað sem að býr niðri. En á móti þá náttúrulega er ég með minna pláss en svona allt við höndina. Ég er ekki búin að græja herbergi eins og ég vil hafa það. Mér vantar ennþá vinnuborð sem ég á niðri. Og svona ýmislegt þannig að þetta bara kemur í rólegheitunum. Ég var ekkert að setja einhverja pressu af því að þau eru bæði í námi og hann var að taka sveinsprófum seinustu helgi og var að fullu að undirbúa það. Þannig að ég bara reyna að vera róleg þó að sé nú ekki alveg mín sterkasta hlið að get ekki gert þetta bara kvispambúm og tilbúið. En ég er að læra þetta bara anda inn og anda út rólega og þetta kemur allt saman. En ég er alltaf farin að vinna hérna í þessu herbergi og farin að sauma svolítið mikið á saumavél. Ég er búin að flytja svolítið mikið af dótinu mínu upp
og svona reyna að koma því svona fyrir, eins og hérna fyrir aftan mig, það eru allar bækurnar. Hér er kommóða sem ég neitaði stráknum að taka með sér niður og það er allt fullt af gagni og efni og svona. En með því að flytja svona upp að þá hef ég náttúrulega þurft að fara í gegnum dótið mitt. Ekki þar fyrir ég vissi svo sem alveg hvað ég ætti, en það svona kom kannski sumt í ljós sem ég hafði gleymt. Og ég er komin til dæmis með allt gagni hérna upp og hér er til dæmis ein skúffa bara með gagn fyrir prjónastar 2, 2,5. Svo er önnur skúffa hérna með aðeins grófara gagni og þriðja skúffan með svona fínna gagni, svona handlituðu gagni og svoleiðis. Og það er gott að hafa þetta svona allt við höndina. Ef ég fæ einhverja hugmynd þá get ég komið bara hingað inn í herbergi og kíkt á hvað ég á. Eins og ég sagði þá er ég búin að vera svolítið að sauma og ég fór í það að taka til efnisbútana mína. Ekkert svo mikið, en ég á svolítið slatta af svona bútasansefnum og einlitum bómullarefni og ég ákvað að gera svolítið svona crazy teppi. Þannig ég sat bara við vélina, var bara með fullt af renningum og bútum við hliðina á mér og svo saumaði ég bara saman alls konar, var ekkert voðalega mikið að spá hvernig, þetta var ekkert eftir einhverju ákveðinni aðferð, heldur bara saumaði ég bara hist og her og tók eiginlega bara svona næsta bút og það var nú bara svolítið mikil heilun í þessu. Það var rosalega gaman að gera þetta. Mér finnst svo gaman að nota liti og svoleiðis, þannig að þetta var alveg æði. Og hér er smá sýnishorn af því. Þetta er nú alveg svolítið stórt sko, þetta er hvað, 1,40 held ég, sinnum 1,70, eitthvað svoleiðis. Og ég á myndir sem ég tók í ferlinu, bæði af svona bútunum sem að ég var að velja úr og þegar ég var að gera þetta. Þannig að ég ætla að sýna ykkur það bara hérna núna. Ég ætla að setja sem sagt kant utan teppið og þá nota ég þessa hérna búta. Þannig að kanturinn verður bara svona í svona pörtum, eða sem sagt það verður svona litríkur, bara eins og teppið er sjálft. Og síðan set ég bindingu, sem sagt kanturinn kemur hérna, bara cirka, 8 cm eða eitthvað, ég veit það ekki. Og síðan ætla ég að setja bindingu og ég fann hjá mér bindingu sem er vínrauð sem að ég hafði notað á annað teppi sem ég gerði fyrir einhverju síðan og ég ætla að nota þann afgang til þess að loka teppinu. Svo er ég að hugsa hvernig ég ætla að hafa bakið. Ég gerði aðeins meira heldur en þetta og sem ég fannst ekki alveg passa við. Þó þetta sé svolítið crazy, þá voru samt einhver regla í þessu og það voru einhverjar renningar sem að ég hafði gert sem að mér fannst ekki passa en ég var að spá í að skella þeim bara í bakið, nota á þannig. Og þá eitthvað efni líka með, það náttúrulega dugar ekki fyrir svona stórt teppi. Og þegar ég var að vinna þetta teppi þá ákvað ég að nú ætla ég að prófa nýju saumavélina mína sem ég keypti fyrir rúmlega árið síðan og hef frekar lítið saumað á og hún bara er alveg að gera sig. Þannig að það var ágætis æfing í því. Já, það var svolítið mikið sem að ég saumaði og klippti og allt það. Þannig að til dæmis var þessi ruslafata tóm en nú er hún bara full af
svona litlum bútum og spottum. Og ég held að þetta sé ekkert sem hægt að nota. Ekki nema þá bara sem fylling í púða eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég saumaði eitt púða fyrir Berglindi og það er gamalt púðaver úr Stórhöfðanum sem ég notaði. Setti þá bara svartan kant utanum, keypti innvalsið í IKEA og gerði bara svolítið stóran og góðan púða. Ég gleymdi að taka mynd af púðanum, þannig að ég bað Berglind að senda mér mynd sem hún ofgerði og hún kemur hérna. Hún var mjög ánægð að fá þennan púða en ég á meira, þetta voru þó nokkur mörg púðaver sem ég fékk frá Stórhöfðanum og ég ætla að sýna þeim þetta og þau geta valið sér þá eitthvað sem einhver stykki sem þau vilja fá í púða sem ég mun svo gera til þess að gefa þeim. Það er svolítið svona þegar krakkarnir eru að fara heiman að þá vill maður, já, þá er voða gaman að geta látið þau fá einhverja hluti með sér og hvað þá þegar þetta er fjölskyldusaga sem að fylgir stykkjunum eins og þessi púðar úr Stórhöfðanum að þetta er það sem að langamma þeirra gerði. Þannig að það er alveg góð og mikil saga þarna og æðislegt að geta komið þessu áfram. Ég er núna að vinna í nýjum gardínum hérna í vinnuherbergið. Strákurinn hafði valið sér dökkbláar gardínur þegar hann var hérna sem að mér finnst bara alls ekki passa hér fyrir mig. Þannig að ég ákvað að sauma nýjar og datt þá í hug að nota hvítu efnin mín. Það er að segja að ég er búin að sanka að mér svona í gegnum tíðuna alls konar gömlum textíl og ég ákvað að gera svona bútagardínur, svona bútasumsgardínur. Hér til dæmis er partur af sænguveri sem að mér var gefið með svona fallegum útsaum. Ég veit ekki hvað, jú, þið sjáu þetta. Og þannig að ég tíndi til úr þessum úr bunkanum hjá mér, þá tíndi ég svona til nokkrar bútar sem að ég ætlaði þá að sauma úr. Hérna er dúkur, svolítið skemmtilegur. Bæði með útsaum og ekki, veit ekki alveg hvort að þetta sé nóg en allavega hér er bunki af efnum sem ég get valið úr. Svo þegar ég var búin að ákveða þetta, var svona að tína til efnin, að þá datt mér í hug að gera bútasaumsrenning á báða vængina sem væru unnir með aðferðinni dómkirkjugluggar, cathedral window, heitir þetta á ensku, eða kirkjugluggar. Og ég gerði, þegar ég var í kenna og þá gerði ég eina pröfu og það satt alltaf í mér hvað, mér fannst þetta koma vel út. En ég hef ekki gert þetta síðan, þannig að ég fór á YouTube til þess að leita að leiðbeiningum og horfði á nokkur myndbönd þar. Það er bæði hægt að gera þetta allt í höndunum, en það er líka komin aðferð við það að sauma þetta allt í saumavél. Og ég fór að gera pröfu, þá sem sagt notaði ég bara hvítt efni, en set svona partinn sem að fer hérna inn í miðjuna, að þá ætla ég að nota þessi hérna efni. Annaðhvort öll eða eitthvað af þeim. Þetta eru svona bútar sem ég alltaf fengi bara svona í gegnum tíðina. Og efni sem ég sett í pröfuna, það er þetta hérna. En ég veit ekki hvort að ég nota það bara eða hvort að ég nota líka eitthvað af hinum efnunum. Ég ætla svona bara að sjá til.
Þetta finnst mér koma bara rosalega vel út. Þannig að ég að sauma þetta núna. Ég er búin að sníða til í stykkin og er svona að vinna að þessu. Og ég ætla að byrja á því að gera þessa 2 renninga sem fara í hvorn gardínuvæng fyrir sig og sjá hversu langt eða breytt þetta getur verið og vinna þá svo afganginn af gardínunum samkvæmt því. Þannig að þetta er bara allt í vinnslu leið og ég er að gera hlutina. Fæ svo kannski einhverja fleiri hugmyndir á leiðinu og eitthvað slíks, þannig að eins og ég hugsaði þetta núna, að þá er þetta svona. Brenningur og svo bútar saman. Þegar ég var að kíkja á hvítuefnin mín og tók hérna upp svolítið bunka af þeim, að þá var þar inn á milli nokkuð margar munnservíettur. Hérna, hvað er það? 4 gerðir, það sem er svona tauservíettur heitir það víst. Og þessi er, ég held að það sé betra fyrir mig að taka mynd af þessu, það glampar svo mikið hérna á þetta. Sem sagt 4 gerðir af munnservíettum og ég fór að hugsa að það væri nú ekkert vitlaust að bara fara að nota þær sem slíkar, sem tauservíettur. Sleppa ég að vera að kaupa servíettur og nota frekar hérna svona tauservíettur. En þetta er náttúrulega hvítt og það verður örugglega blettótt þegar maður fyrir að nota þær. Þá hugsaði ég, þá er bara allt í lagi að skella þessu í lit. Þær þurfa ekkert endilega að vera hvítar. Ég get alveg litað þær bara og þá sést ekki eins olíublettir eða sósublettir eða eitthvað sem er erfitt að ná úr. Þannig að það er eitthvað sem ég er hugsa að gera. Og þegar Berglind sá þetta hjá mér, þá var hún svolítið skotin í þessu og langaði að fá nokkrar til sín. Þannig ég hugsi geri það, leyfi henni að fá nokkrar. En þetta er alveg dágóður bunki, ég held ég eigi 30 tauservíettur. En það er svo gaman þegar maður getur nýtt svona. Og ég hafði ekki hugmynd að ég ætti svona margar og margar tegundir. Vasaklútar sem ég á líka, ég á nokkur stykki af svona vasaklútum. Ég var spáð að nota þá kannski líka í gardínurnar. En þetta er eitthvað sem ég er að vinna núna og legg svolítið áherslu á að gera, af því mér langar svo að losna við dökkbláu gardínurnar. Þegar ég var að flytja dótið mitt upp, að þá sá ég lampa þar sem ég greip með upp. Og einn morguninn að þá kom ég inn og hafði svo sem ekkert þannig ákveðið verkefni. En sá lampan, þetta er svona bara glerlampi úr IKEA sem var keyptur fyrir mörgum árum síðan. Svona margir sem hafa keypt svoleiðis í den. Efnið sem ég setti utan hann, þetta er sem sagt silki þar sem ég hafði þæft á ull. Og er svona mismunandi, kveikja á honum, hvað gerist þá? Nei, það sést ekkert betur. Þannig að ég skellti bara efninu á og og svo á ég einn sem er stærri. Ég ætla að gera eitthvað utan hann líka. Ég hafði gert svona lampa fyrir nokkrum árum, bara mjög svipaðan, af því að ég keypti þrjár stærðir, voru saman í pakka, held ég. Og minnstu stærðina þá hafði ég gert svona lampa, sett sama efni utanum. En þegar Berglind flutti núna að þá fékk hún hann með sér. Hún sýndi áhuga á því að fá hann, þannig að það var ekkert mál, hún fékk hann bara með sér. Og ég ákvað bara að skella þá afganginum af því ég átti svona efni
og skella því bara utan þennan. Og svo á ég sem sagt þriðja lampan sem þá stærri heldur en þessi og ég ætla að gera eitthvað utan hann. Ég ekki alveg búin að ákveða hvað það verður. En það svona ýmsar hugmyndir. Já, ég hugsaði daginn þegar ég ákveða að fara í prjónapásu að ég þyrfti nú að gera eitthvað annað. Svona seinnipart dags og á kvöldin þá get ég nú oft gert eitthvað, þá finnst mér voða gott að geta gert eitthvað í höndunum. Og þegar ég væri hætt að prjóna eða búin að minnka það mikið, ég svona gríp einstaka sinnum í það í smá stund, að þá hugsa ég að ég get nú kannski saumað út. Og hér skyrta, svört síðskyrta sem ég keypti fyrir nokkuð síðan. Og ég hugsaði leið og ég keypti skyrtuna, já, ég set eitthvað lit í hana. Og ég tók hana núna og ákvað að sauma út í hana línur. Ég aðeins byrjuð á því og ég nota hörgarn. Þetta svona frekar gróft hörgarn. Ég á svolítinn slatta af þessu í alls konar litum. Þannig ég ákvað að nota það og byrjaði á bakstykkinu á þessum línum. Var ekki búin að fatta það að það smá teygja í þessu efni. Þannig að þegar ég var búin að sauma, það var svona, já, tók svolítið kannski, ég segi ekki fast, en svona svolítið ákveðið í þegar ég var að sauma sporin, að þá var eins og stundum krumpaðist. Og þá fór ég að hugsa, jæja, þetta verður kannski aldrei almennilegt. En ég ákvað að halda bara áfram. Og þá það kannski bara partur af programmið, að hafa þetta bara krumpað munstur. Bara munstur sem að, tekur svolítið í. Allavega ég nefndi ekki að fara að rekja þetta upp. Þannig að ég ætla bara að halda áfram. En ég gerði þetta þannig að ég var bara með langa reglustiku sem ég lagði á bakstykkið og bara strikaði línur með fatakrít sem að hverfur við vatn. Já, þá þetta náttúrulega ekki fatakrít, en með hvítum lit sem hverfur þegar maður setur það í vatn. Og sauma svo í línurnar. En þetta gerði ég eitt kvöldið og ég fann að það var of mikið. Ég hef þetta svona við hliðina á mér í sófanum og ætla að grípa í þetta svona af og til. En bara passa að sauma ekki of lengi. Já, mér búið að vera svolítið tíðrætt það núna með hendurnar. Og það að verða komin 2 ár síðan að ég fór að finna fyrir verkjum í höndunum. Ég orðin ansi þreytt á þessu og svona að reyna að finna út hvernig ég get gert þetta, hvernig ég get unnið. En ég hef trú á því að þetta gangi tilbaka og já, ég bara að vinna í því að með æfingum og að slaka á og gera svona hitt á þetta. Þannig að ég fái kraftinn aftur. En þá nú gott að geta gert svona ýmislegt. Því að þetta heldur bara í mér lífinu. Það að geta unnið með höndum. Ég hef alltaf þurft að vera að gera eitthvað. Og sumir segja ég sé, hvað ég að segja, handóð? Nei, ég sé ofvirk í handavinnu. Að ég alltaf byrjuð á nýju verkefni og það vinnst alltaf svolítið svona vel undan mér. En þetta bara það sem gefur mínu lífi gildi. Það að geta skapað og unnið, gert einhverja hluti sem að veitir mig gleði, hvort sem að það fyrir heimilið eða fyrir mig sjálfa eða heimilisfólkið eða til gjafa eða hvað sem
að þá er þetta bara eitthvað sem að ég hef alltaf viljað gera. Þannig að vonandi þá er þetta bara allt í áttina. Eins og ég var að segja, þá er búið að vera að fara svolítið í gegnum hérna hluti þegar er verið að flytja dót niður og flytja dót upp. Og þá safnast saman í svartan ruslapoka föt sem að strákurinn var hættur að nota, föt sem að ég var hætt að nota og svona, og einhvern alls konar textíl, og þetta var poki sem ég ætlaði þá að fara með í Rauða krossinn. En núna þegar ég var að skoða mikið YouTube myndbönd, að þá, já, ég fór líka svolítið á Pinterest, að þá fór ég að sjá hugmyndir þar sem að maður getur nýtt svona gamlan textíl, gömul föt og svoleiðis. Og þannig ég ákvað að ekki fara með pokann strax í Rauða krossinn, heldur ég ætla aðeins að hinkra með það, geyma því ég gæti hugsanlega notað eitthvað af þessu. Og það er miklu betra að geta nýtt það sem maður hættur að nota í eitthvað annað. Og nú er ég sem að reyna það með þennan poka að finna eitthvað verkefni sem ég get notað fyrir það. Og mér finnst það að vera svolítið spennandi. Það voru nokkra hugmyndir sem ég sá á Pinterest þar sem að voru til dæmis ræmur af einhverju efni og maður heklaði utan það og bjóti gólfmottu eða eitthvað. Þegar ég er búin að koma mér svona þokkalega fyrir hérna í vinnustofunni, að þá ætla ég að sýna ykkur hvernig hún lítur út. Þá ætla ég að taka sér sett myndband af því sem er hérna. Ég var búin að taka upp myndband af vinnustofunni niður í kjallara, sem ég gerði svo ekkert meira með. Ég hafði ekkert sett hana hér neitt á rásina mína. Þannig að það er spurning að ég skelli þeim bara báðum. Þannig að svona var vinnustofan mín og svona er vinnustofan mín. Að sjá svona hvernig breytingin er. En það kemur vonandi bráðlega. Ég vonast til að ég geti klárað að koma mér fyrir hérna. Ég var líka búin að ákveða að fara að taka viðtöl við fólk sem að vinnur að margs konar hlutum í handverki og ætlaði að byrja bara strax í janúar. En þegar þetta kom upp að ég þurfti að flytja vinnustofuna hingað upp, að þá ákvað ég að fresta því að taka viðtölin, bara þangað til að ég er búin að koma fyrir og ég er svona að hugsa líka hvernig ég hafa þetta. Hér er náttúrulega minna pláss, hvernig get ég komið þessu þannig fyrir að það sé hægt að taka, að tvær manneskjur sitji saman og tali. En ég er svona búin að vera að spá í þetta og ég held ég sé komin að niðurstöðu og ætla svona að prófa það. En það, eins og ég segi, þá verður það vonandi bráðlega. Það eru nokkrar sem voru búin að segja já við að koma til mín í viðtal og ég þarf að fara að hafa bara samband við þær og finna tíma fyrir þetta og þá ýtir það líka svolítið á mig að klára. Vonandi get ég byrjað á þessu núna í mars. Ég er svolítið spennt fyrir þessu. Ég held að þetta verður svolítið skemmtilegt að fá að heyra í öðrum. Hvað eru aðrir að gera? Bæði að heyra og fá að sjá. Ég voru svona biðja fólki að koma með einhverja hluti til þess að sýna líka. Þannig að það er bara spennú. Ég ætla að láta hér staðar numið í dag og við sjáumst eftir hálfan mánuð. Takk fyrir að horfa.